Gleðileg jól. Og alveg, var þetta ekki gleðileg jól eða? Já, prófum aftur þá. Gleðileg jól. Já, þetta var almennilegt. Gott að sjá ykkur hér á öðrum degi jóla á okkar árlegu svokölluðu sveitamessu. Ég vona að það verði samt enginn sem að verði fyrir vonbrigðum í dag vegna þess að það var einu sinni sem það gerðist að stormaði hérna maður út. Að því við höfum svona sveita, þá erum við að tengja við svona aðeins, við erum svolítið country skotin á öðrum degi jóla. En einhvern tíma var maður sem sagði, þetta bara eitthvað country. Ég held þetta að væri messa eins og í sveitinni heima í gamla daga. Og þetta sann saga, sko. Og hann stormaði bara út og bara var nóboðið. Þannig að ef það eru að búast við messu eins og verið í sveitinni heima í gamla daga, þá bara best að drífa sig núna. Við erum með frábæra gest með okkur hér í dag. Við erum alltaf með góða jólagesti. Og í dag það Gretar Lárus Matthíasson sem ætlar að syngja með hljómsveitinni og okkur hér og fyrir okkur. Ég veit hver hann ég ekki viss að þið vitu öll hver Gretar Lárus Matthíasson Væru til að sýna þig og koma aðeins. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gott að fá þig með okkur. Segðu okkur aðeins, hvaðan kemur þú og svoleiðis? Hvaðan kem ég? Og tónlistar, bakgrunnur og svona. Já, sko, ég 15 sekundur. Fæddur og uppalinn í Grindavík. Já, ok. Fæddur og uppalinn í Grindavík. Bý ekki þar í augnablikinu, en systir mín, hérna, býr þar. Var alla tíð í tónlist, frá úlingsárum í tónlistskóla þar, fór svo í FIH en svo bara fyrst á þessu ári núna, þá var ég að gefa út mín fyrstu lög. Það var smá hvatning hérna frá unnustu minni. Full ástæða til, verð ég að segja. Gaf mér stúdíótíma í afmælisgjöf. Vel gert. Já, það var að gera eitthvað við þessa tónlistina saman. Já, hvernig? Þannig að hérna, já, úr varð þetta, ég kom inn á Spotify. Frábært, Gretar Matt, það mun aukast hlusturinn eftir þetta, ég alveg viss það, sko. Þannig að við hlökkum til að heyra í þér og takk fyrir að vera með okkur. Já, bara takk fyrir mig. Takk sömuleiðis. Nú skulum við signa okkur og biðja saman. Segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Góði Guð, við þökkum þér fyrir þessa dásamlegu daga, hátíð jólana, þegar við megum minnast fæðingarinnar að þú gerðist einn af okkur. Ég bið að blessa þessa stund og mætti vera okkur öllum til blessunar og eflingar en umfram allt þér til dýrðar. Amen. Þá skulum við syngja saman Bjart yfir Betlehem. Jóla stjarnan
Tökum undir miskunnarbænina, Drottinn miskunna þú oss. Drottinn miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Drottinn miskunna þú oss. Drottinn miskunna þú oss. Það aldrei betur við hæfi en á jólunum að við minnum okkur á orð engilsins á Betlehemsvöllum, dýr sé Guði í upphæðum og svörum þannig. Dýr sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Nú ætla ég að biðja að fá okkur sæti aftur. Venjan að syngja dýrðarsöngin núna, en hún Áslaug Helga ætlar að flytja okkur sitt fallega lag, Manstu jólin. stórkostlegt, tilkomumikið og jólalegt lag Áslaugar í útsetningu Óskars. Annar jólum er sérstaklega tileinkaður
minningu fyrsta píslavottsins. Það er að segja þess sem dó fyrstur fyrir það að vera kristinna trúar, sem er Stefán, kallaður frumvotur. Það er lítil jólastemming yfir þeirri frásögn þegar hann var grýtt út í bana, en heimurinn er ekkert alltaf fallegur og þó að séu jólin, þá ætla ég að lesa fyrir okkur, sérstaklega fyrst að þessi dagur er tilengaður hans minningu, lesa fyrir okkur þennan ritningalestur sem er lagður til. Stefán var fullur af náð og krafti og gerði undur og tákn mikil meðal fólksins. Þá komu nokkrir menn úr svonefndri leysingjasamkundu. Þeir voru frá Kýrene og Alexandríu, en aðrir frá Kilikíu og Asíu og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staðið gegn þeirri visku og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn nokkra til að segja: við höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Móse og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina, og þeir veittu staðunum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leiddu þeir fram ljúfvotta er sögðu: þessi maður talar sífellt gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Við höfum heyrt hann segja að þessi Jesús frá Nasaret muni brjóta niður musterið og breyta þeim siðum sem Móse hefur sett okkur. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans var sem engils ásjóna. Og í lok næsta kafla, það sem er búið að lýsa þessu öllu saman, þá lýkur næsta kafla á þessum orðum: þegar ráðsherrarnir heyrðu þetta, sem Stefán sagði, trilltust þeir og gnýstu tönnum gegn Stefáni. En hann horfði til himins, fullur af heilugum anda, og leit dýrð Guðs og Jesú standa til hægri handar Guði og sagði: ég sé himnana opna og mannssoninn standa til hægri handar Guði. Þá æptu þeir hástöfum, héldu fyrir eyrun og réðu staðanum, allir sem einn maður. Þeir hröktu hann út úr borginni og tóku að grýta hann. En vottarnir lögðu yfirhafnir sínar að fótum ungum manni er Sál hét. Þannig grýttu þeir Stefán. En hann ákallaði drottinn og sagði: drottinn Jesús, meðtak þú anda minn. Síðan féll hann á kné og hrópaði hárri röddu: drottinn, lát þá ekki gjalda þessarar syndar. Þegar hann hafði þetta mælt, sofnaði hann. Sál lét sér vel líka líflát hans. Ég ætla nú ekki að tala út frá þessu texta, en tókuð eftir þessu þegar ég nefndi Sál, sem er hinn sami og við þekkjum líka sem Pál postula, sem var einn mesti boðberi trúarinnar. En þannig hljóðar hið heilaga orð, og sæl erum við þegar við heyrum Guðs orð og varveitum það. Nú ætlum við að syngja Guðs kristni í heimi, krjúp við jötu lága. To
Þá skulum við rísa aftur á fætur og heyra heilagt Guðspjall og að þessu sinni þá fáum við að heyra fæðingu Jesú út frá frásögunum hann Jósef. Fæðing Jesú Krists varð á þennan hátt. María, móðir hans, var föstnuð Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilugum anda. Jósef, festarmaður hennar, var valmenni, vildi ekki gera henni opinbera minnkun og hugðist skilja við hana í kyrrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttast þú ekki að taka til þín Maríu, heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með af heilugum anda og hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum hans. Allt var þetta til að rætast. Allt var þetta til þess að rætast skildi það sem drottinn lét spámanninn boða. Sjá, yngismær mun þunguð verða og fæða son og lætur hann heita Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði, gerði hann eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrr en hún hafði alið son og gaf honum nafnið Jesús. Og þannig hljóðar heilaga Guðspjall: Ofsi þér Kristur. Afsaki, ég var heldur fljótur á mér. Manni má alveg vera á í messunni. Við skulum standa áfram og játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, uppreisn mannsins og eilíft líf. Amen. Nú mögum við fá okkur sæti og hann Gretar ætlar að koma og syngja fyrir okkur. Já. Já, komið sæl. Ég var kynntur áðan, Gretar heiti ég og ætla að spila fyrir ykkur. Þetta reyndar ekki eitt af mínum lögum en ég vildi að svo væri, flott lag. Það ekki nema 360 daga til jóla, þannig að viljum að spila líða fer að jólum. Desember, dagskíman föl svo skelfing lítil en myrkrið svo magnað, myrkrið svo kalt. Þá kvikna kertaljós og kvikir fætur tifa og halódrós. Frelsara fagnað, þá færist líf í allt. Þótt í öskri hríð
allt verður bjart og hlýtt. Það allstaðar tónlist, ylhýr og fín, sem ómar undur blíð. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Glóandi í gluggunum, glöð ljósin víkja burtu skuggunum og allir gott nú gjörir, gleymis út á sorg. Áður sorgð og köld, uppljómast borgin nú með bílafjöld og fótataki og fjöri sem fyllir stræt og torg. Þó margir finni frið og fari við gæfuna á mis, þá lífgar samt upp og léttir þungt skap, líflegur ís og dís. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Takk fyrir. Ég ætla að skipta gítar. Þess að geta hérna á milli að Raggi Bjarnar söng þetta nú hérna með Eyþór Inga, síðasta framkoma Ragga Bjarnar á lífi var hér. Já. Fyrir 3 árum síðan, með þetta lag, merkilegt. Já, það hefur verið gaman að fá að syngja þetta með honum. Ég elska þessa útgáfu með Eyþór Inga og Ragga. En hérna, næsta lag, ég ætla að segja aðeins hérna bara forsöguna á þessu lagi. Það heitir Barnið mitt og fyrir 15 árum síðan þá misti ég barn og tvíburasystir hennar situr hérna á öðrum bekk. Það voru sem sagt fyrirburar og hérna það var ekki fyrir núna á þessu ári sem að systir mín sem situr hérna líka, Kristín Matthíasdóttir, samdi þennan texta út frá mínu hjarta, eins og hún sagði, og sendið mér þetta og sagði, þú verður að semja lag við þetta. Og ég átti til eitthvað stef hérna sem að ég samdi heima hjá henni kvöldið áður og það bara rann saman við hennar texta. Þannig að þetta lagið Barnið mitt. Ég lengi komu þinnar beið, en nærveru mig gladdi. Of stutt þú áttir æviskeið, pabba hjartað kvaddir. Léttum hörund þitt ég strauk, svo fínlegur þinn búkur. Sál þín
mín stuttu lífi lauk, ég dauðan sá auðmjúkur. Mér sorgin fylgir hvert mitt skref, þú býrð í faðmi mínum. Í huga mynd ég eina hef af litlu fingrum þínum. Vegferð sína enginn sér, svo dulinn lífsins vegur. Og andartaki farið barn sem andan dregur. Svo björt ein von sem í mér býr, að englar að þér hlúi. Mín sál til himna aftur snýr, ég orðið drottins trúi. Elsku barn mitt, bíddu mín, við faðmast fáum aftur. Ég finn þig þar sem sólin skín, mér segir það hulinn kraftur. Takk fyrir. Já, til að þakka þér fyrir Grétar og þið öll. Það eiginlega svona smá erfitt að koma á eftir þessu. Ég í rauninni snerti svo við mér þessi texti, ég hlusta á þetta í morgun líka. Það sem svo fallegt við þetta, það er einmitt þessar brostnu, það koma fram þessar brostnu væntingar. Það framtíðin sem að aldrei varð, sem að hefst í rauninni leið og við hefum von á því að barn sé væntanlegt í heiminn. Og svo vonin sem var svo sterk, þessi von sem að einmitt tengist barninu sem við erum að fjalla í dag og við fagnum fæðingu hans, sem að von eilífs lífs sem að það litla barn gefur og nær út yfir gröfina og dauðan. Og þetta litla líf kveikti það í brjósti Jósefs að hann ákvaði að taka Maríu að sér og elskaði litla barnið þegar það kom í heiminn og gaf
Jesú því nafn sem að engillinn hafi sagt honum að gera. Tókuð eftir því hvað það þýðir vegna þess að hann áttir að leysa líðin frá syndum þeirra. Mér þykir alltaf gaman að fletta þessari bók. Ég man eftir henni frá því ég var pínulítill. Perlur, þetta er meira að segja gefið út af bókaútgáfunni Fíladelfíu fyrir óralöngu síðan og ég skoðaði þessa bók oft fyrir jólin. Það er bæði talað boðun Maríu og öll jólasagan sögð. Og eru Jósef og María einmitt þarna utan á kápunni og horfa á litla angan. Þau eru óskaplega stolt og hamingjusum á svipinn. En að vísu, hann er svolítið svona dúkkulegur þessi krakki. Það var að segjast að svo Og myndi mig alltaf á eitthvað af þessum dúkkum systra minna, manni, þegar ég var lítill. Og mér fannst það svolítið skrítið að einmitt við jólin, allt þetta að setja skóinn út í glugga og smákökur og allt þetta sem maður fylgdi, allt þetta umstang. Bara þetta litla barn. Mér fannst þetta mér fannst þetta stórmerkilegt sem barni, sko. Og þessi perlubók, mér þótti svo gaman að því að hún kom svona í hendunar á mér aftur þegar það var einhver kona sem gaf allar þessar bækur hingað í kirkjuna og þá fór ég að fletta henni aftur og rifjaði upp góða minningar. Ég elska allt þetta umstang í kringum jólin en það er mikilvægt að spyrja sig jólaspurningarinnar. Hvað kemur með þetta barn í jötunni við? Eitt svarið við því Guð varð maður. Eins og segir í upphafi Jóhannesar Guðspjalls, orðið varð hold og bjó með okkur. Guð var ekki eldgos á Reykjanesi. Hann varð ekki jarðskjálfti, heldur pínulítið sjálfsfrjóvgað egg. Fóstur umvafið móðurlífinu og það tók á sig mannsmynd. Guð varð maður. Og hvaða máli skipti það? Jú, þetta merkir að Guð kom ekki heiminn í manns líki, ekki þannig að líktist manni, heldur sem maður. Það þýðir að allt þetta sem við erum að basla við í lífinu, það skilur Guð. Hann fór í gegnum kynþroskaskeið, fékk unglingabólur, flensu, hann var þyrstur, örugglega þó að sé nú hlýrra á þeim slóðum að þá kom oft leiðindaveður og já, hann þurfti að glíma við afskiptasemi foreldra. Já, í rauninni þýðir þetta að Guð varð alvöru maður, algjörlega fram í fingurgóma. Sá sem bjó til atómið, eldinn og ástina og stjörnurnar, varð brjóstmelkingur, kúrði hjá mömmu sinni í heyinu. Það þýðir að Guð skilur hvernig það er að vera ég og þú. Já, þetta voru heldur óvistlegar aðstæður þó að það séu mjög krútlegar og eiginlega kósí utan á perlubókinni. Þetta er svona eins og svona grófgerður sumarbústaður og ég verð alveg til í að vera allavega með einhvern iglúpoka þarna. En þetta voru hrörlegar aðstæður. En svona fólki á þeim tíma fannst þær mjög vel boðlegar enga síður. Málið er þetta að þetta var ekkert, muni hvernig Mr. Bean byrjar. Það kemur svona ljósgeisli og svo bara dettur Mr. Bean bara niður á jörðina. Þetta var ekki þannig. Heldur, fólk hafi vænst þess að þetta barn myndi fæðast alveg til voru árhundruða gamli spádómar frá Míka til dæmis sem segir
og talar einmitt staðinn sem hann fæddist. Þú Betlehem, Efrata, þó þú sést einna minnst af héraðsborgunum í Júda, þá skal þó koma frá þér sá skal vera drottnari í Ísrael og ætterni hans vera frá umliðinni öld frá fortíðardögum. Og þessi spádómur einn af svo ótal mörgum sem að koma fram í Gamla testamentinu og segja fyrir að Jesús ætti til að koma. Segja til fæðingu Jesú, Messíasar, hann sem koma skildi. Samtíðamenn Míka hafa nú örugglega hnotið það að Betlehem ætti til að verða vettvangur svona stóra atburða, af því þetta var ekkert merkilegt pláss á þessum tíma. Það var varla þéttbýli. Hún er svo lítil að í sumum höfundum bóka í Gamla testamentinu þeir nefna ekki einu sinni Betlehem þegar eru taldar upp borgirnar í Júda. En það var engu að síður borg Davíðs konungs og 1000 árum eftir að Davíð konungur fæddist þar, þá fæddist þar konungur konungana. Talandi Betlehem, þetta er skrítið nafn. Það merkir brauðhús. Veit ekki alveg hvort það er beint bakari, en sennilega er þetta bara svona húsgnægta. Gefa oss í dag og daglegt brauð og svo framvegis. Og Halldór Laxness sem kveikti á þessu nafni í mjög skrítinni smásögu, þar sem einhvers konar afbakaður Jesús heitir Jón í brauðhúsum. En nafnið er tákrænt. Úr því húsi er Kristur sem er brauð lífsins. En ilmur jólana var samt ekki að brauði eða bakkelsi. Þessara fyrstu jóla heldur búpenningi, þessum skepnum sem voru hýstar undir sama þaki og fæðing hans átti sér stað. Ég las það fyrir allmörgum árum að það var eins og gerð dúkka af Jesúbarninu sem var auglýst sem heppileg jólagjöf handa börnum. Og þetta var í Bandaríkjunum og ég hugsaði með mér, já, ok, þetta er nú ekkert sem ég hefði keypt. Dúkkan var, það var ekki hægt að brjóta hana, það mátti setja henni í þvottavél og hún var mjúk, umbúðirnar mjög svona krúttlegar, pappakassi sem var svona eins og jata heila. Ég fann ekki mynd af þessu beint, en jata var úr plasti og svona einhverja polyester værðavóðir og jólafrásagan fylgdi með í fallegu hefti. Ég ætla að fá, þú væri til að sýna. Ég fann allavega eina svona Jesúdúkku. Höfum hana þarna með. Ég hef voðalega svag fyrir öllu svona. Nema hvað að þetta var markaðsett ágætlega en bara hitti ekki mark. Dúkkan seldist mjög lítið. Og þessar leikfangabúðir og stórmarkaðir sem höfðu pantað hann inn, þeir sátu eftir með dýrmætt hillupláss sem var fyllt af óseljanlegu Jesúbarni og jólin var að ganga í garð og þessi saga sem ég ræst á, hún sagði að skömmu fyrir jól hafi verslunarstjórinn í ángi sinni sett stór skilti utan á búðargluggan þar sem á að letra Jesús 50% afsláttur. Hvað átti því að þessi dúkka á barninu í jötunni hafði ekki sama aðdráttarafl og dúkkurnar í fínu vöggunum og vögnunum? Ég veit það ekki. Mögulega hafði þetta Jesúbarn bara ekki útlitið með sér. Samanborið við Baby Born eða eitthvað svoleiðis. Frásagan af fyrstu jólunum hefur enga síður þetta ómótstæðilega aðdráttarafl og ef við leyfum henni að tala til okkar, þá færir hún okkur mjög nærri sannleikanum hvað skiptir mestu máli í lífinu. Í jólaguðspjallinu hjá Lúkasi segir frá því að María hafi vafið frumgetinn son sinn í reifar og lagt hann í jötu, því að eigi var rúmið í gistihúsinu. En hún hafði ekki hugmynd það á sama tíma og hún og Jósef hjálpuðust við að vefja barnið reifum í sakkanum í fjárhúsinu, þá lýsti himinin upp þar skammt frá og loftið ómaði þegar englarnir sungu frið á jörðu
Og einn þeirra sagði við fjárherðana, yður í dag frelsari fæddur. Og þessi sami frelsari sagði síðar, sælir eru fátækir í anda, því að þeirra himnaríki. Og við skiljum fyrst hvaða fjársjóð Jatan, kross Jesú og tóma gröfin hafa geyma þegar við sjáum að við þurfum á Guði að halda. Þegar við áttum okkur á því að við erum of andlega fátæk til að geta keypt okkur frið við heiminn og við Guð. Jafnvel þó við getum keypt það með 50% afslætti. Og þó að vera hægt að fá það með 99% afslætti. Þennan frið gefur Guð okkur í sinni sínum. Þennan frið bara hægt að þiggja að gjöf. Barnið í jötunni friður Guðs, réttlæti Guðs og í honum fólgin þessi von, eins og ég nefndi áður, sem nær út yfir gröfina og dauðan. Í honum fólgin mesti fjársjóður lífsins og þessi fjársjóður ókeypis. Mörgum finnst þetta ekki bara ótrúlega ævintýralegt, heldur ævintýralega ótrúlegt allt saman. En öðrum þá þessi saga Guð á jörðu sem tók á sig synd heimsins og sigraði dauðan, bestu frétti sem við höfum heyrt. Og þeim sömu þykir þessi auglýsing fátækan anda og himnaríki hljóma best. Ég ætla að lesa að lokum orð úr síðara Korinthubréfi þar sem segir, þið þekki náð drottins Jesú Krists. Hann gerðist fátækur ykkar vegna, þótt ríkur væri, til þess að þið auðguðust af fátækt hans. Dýr sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Og nú ætlar hann Grétar að syngja fyrir okkur annað lag sem heitir Until Forever, eða ekki? Til eilífðar núns. Já. Og þetta svona virkilega country skoti lag. Og ég ætla að því tilefni, þá ætla ég að fara hérna á bakvið og ég ætla að fara úr ölbunni minni því að ég keypti svo rosalega flotta svona kúrekaskyrtu í sumar og ég verð að flagga henni. Já, country skoti lag. Þetta maður var svo mikill rockari hérna en það mátti ekki heyrast minnst á country en svo þetta alltaf að koma meira og meira fram sem maður elskar þetta. Og þegar ég talaði barnið á hann að systir hennar sæti hérna á bekknum, það reynda 3 systir hennar sem að sita hérna á bekknum, þannig að ég mjög ríkur maður í dag. Og þetta lag samið við eldhúsborðið heima og bara til hennar unnustu minnar, hennar Karen Dögg, Bryndísardóttir og Bryndís, tengdamóðir mín og Gísli sitja hérna, þau eru bæði í kórnum. Gaman að geta þess. Þessu frábæra kór, gaman að fá að vera með hérna. She looks at me and stares into my soul. She's talking and I'm listening, thinking how she really makes me whole. Never taking for granted, she brings out all the best in me, that's true.
Her long blonde hair on her shoulders, eyes like the sky so big and oh so blue. I pick up my guitar, writing a song out of happiness, riding in my car. The road is rough, but I couldn't care less, as long as I have her beside me. All my worries are long gone, and it's true. I love you. Putting on some music, dancing like a flower in the sun. Looking like a goddess, thinking of her sometimes makes me numb. I pick up my guitar, writing a song out of happiness, riding in my car. The road is rough, but I couldn't care less, as long as I have her beside me. All my worries are long gone, and it's true. I love you. I wrote the song, it didn't take long. All I needed was right in front of me. We're holding on, our love is strong, from now until forever. To the mountain, together we can make it to the top. This love is like a fountain, pray to God that this life will never stop. I'll pick up my guitar, a song out of happiness, riding in my car. The road is rough, but I couldn't care less, as long as I have her beside me. All my worries are long gone, and it's true. I love you. Takk fyrir. Takk, stórkostlegt Grétar. Takk kærlega. Herru. Country presturinn mættur. Nákvæmlega, herru. Takk fyrir það. Herru, hérna, innilega þakki fyrir okkur Grétar. Við heyrum aðeins meira í þér á eftir. Þú kemur aðeins með inn í lokin. Já, en hérna, ég ætla að kynna hljómsveitina. Þið þekkið þennan þarna með kúrikahattinn. Þetta er hann Óskar Einarsson. Andrea, Bóel og Katrín voru í bakgröndunum hérna og eru líka í kórnum, og svo eru það Pétur og Páll á gítar og bassa, Pétur Erlendsson, og nú eru Elliklöpin að segja til sín, Páll Elvar Pálsson á bassan. Og svo er sérstaklega gaman að segja frá því að nafni og sonur Óskars er hérna á trommurnar.
Óskar Andreas Óskarsson. En við skulum halda áfram með messuna og við ætlum að biðja saman. Drottinn, þökkum þér fyrir að við megum fela þér alla hluti. Þú mætir okkur nákvæmlega það sem við erum, allstaðar, hvenær sem er. Við getum alltaf leitað til þín. Þakka þér fyrir að bænin er ekki bara hér og nú heldur allstaðar. Við felum þér það sem að hvílir á hjarta okkar. Við felum þér þau öll sem ganga í gegnum hörmungar í sínu lífi með einhverjum hætti. Vegna sorgar, vegna einmanaleika, vegna stríðshörmunga, vanlíðunar eða þunglyndis. Við felum þau öll. Viltu mæta okkur hverju einu og viltu gefa okkur líka hugrekki til að mæta hvort öðru og vera til hjálpar, rétta hjálparhand. Biðjum að blessa okkur á þessari dásamlegu hátíð og við felum þér alla hluti, allt sem á okkur hvílir, gleði okkar og sorgir í bæninni sem að Jesús kendi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá ætlar hún Katrín Valdís að koma hér og syngja einsöng með kórnum lagið mitt við jötuna. Barnsins blíðu augum mér birtist ásýn þín, í hjartastað mig hittir þín hreina ást til mín. Það er sem undur gerist, er ást þín snertir mig. Þá verður löngun lífs míns að lifa fyrir þig. Hinn fyrstu
Takk fyrir fallega söngin, Katrín, og kór Óskar fyrir útsendinguna. Það ekki amalegt, það heilmikil svona gerjun hjá okkur. Við erum líka að búa til tónlist sem svo gott að eiga náttúrulega einhvern flinkasta útsetjara á landinu svona við hendina og sem alltaf til í að skoða hlutina. Bara takk, Óskar. Nú komið á okkur að syngja saman, við ætlum að syngja saman Heimsum ból. Ekki gott að bara standa upp undir því? Fleiti ykkur þessa blessun, friður Guðs sem æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen. Og svo gerum við eins og við áður en við fáum gospelið frá kórnum og Áslaugu og Grétari, að þá gerum við eins og við erum vön að gera í Lindakirkju og segja förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það. Frábært, takk fyrir. Gjörðu svo vel. Go tell it on the mountain. Það má kannski nefna það, Guðmundur, má ekki auglýsa, við erum ekki, á Gamlastað, þá verður hér messa klukkan 5, 31. desember, það vill svo vel til að það einmitt Gamlastaður. Og þá verðum við með messu hér og þá verður Greta Salome með okkur sem gestur og ekki missa því. Það mjög hátíðleg og falleg stund og gaman að fá að enda árið hér í kirkjunni. Áslaug, ég var að taka eitthvað sem við elskum. Ó já, svona gamalt jólagospel. When I was a learner, I saw both night and day. I asked the Lord to help me
Já, nú er þetta búið.